Ok, góðan daginn, velkomin til okkar hérna í Vodafone. Við erum að fara að kynna fyrir ykkur uppgjör þriðja ársfjórðungs og við höfum þetta svona bara svipað og venjulega. Hrönn byrjar og ég kem á eftir. Við erum bara ánægð með þetta uppgjör. Við erum ánægð að þetta ná að koma með besta uppgjör sögunar þrátt fyrir að það sé smá högg í Færeyjum í kringum verðsamkeppni. Þannig að í ljósi þess vorum við bara glöð með það að ná að vera með betra uppgjör en á síðasta ári og það gengur bara ágætlega hjá félaginu. Ég var að hugsa að Hrönn myndi bara byrja og svo kem ég aðeins á eftir og segi ykkur aðeins frá Færeyjum, frá Nóa-málinu og svona farsíma uppbyggingunni hjá okkur. En Hrönn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og góðan daginn. Ég ætla að vinda mig bara í tölurnar. Hérna er svona helstu niðurstöðurnar á fjórðungnum. Við sjáum hérna tekjurnar eru hækkun 2% frá þriðja fjórðungi 2014 og EBITDA nam 1.026 milljónum og hlutfalli 29,9% og EBIT hlutfalli 20,4% og hagnaðurinn nam 502 milljónum og það er 5% hækkun frá fjórðungnum í fyrra. Og eiginfjárhlutfalli okkar er áfram sterkt 57,9%. Og svo er handbært fyrir 981 miljón og er 16% hækkun frá árinu undan. Okay. Nú ef við horfum þá bara á reksturinn, þá sjáum við þarna það er 2% hækkun á tekjum á milli ára eins og ég sagði áðan. Tekjurnar 3.433 milljónir og eins og Stefán kom inn á þá er breyting hjá okkur í Færeyjum. Ég fer inn á tekjusplitti hérna á næstu glæru og eftir og fer kannski aðeins betur og nýta þar. Nú kostnaður seldra varu er að fara upp 4%, 689 milljónir. Framleiðin stendur nokkurn veginn í stað á milli ára, 1744 og framleiða hlutfalli á 50,8%. Nú rekstrakostnaður hann að 1.043 og EBIT á 1.026 og það er 3 milljón krónum hærri heldur en árið í fyrra. Og EBITDA hlutfalli á 29,9%. Nú EBIT 701 miljón og hrein fjármagnsgjöld þau lækka á milli ára og hagnaðurinn er þá 502 eins og ég sagði áðan, 5% hækkun frá því í fyrra. Ja. Nú hérna sjáum við tekjusplittið og sjáum þarna í farsíman, hann er að fara niður 4%. Það er aukning í farsíma hérna á Íslandi. En það er lækkun í Færeyjum og helsta ástæðan fyrir lækkunni þar það er mjög mikil verðsamkeppni en þeir eru líka farið gegnum þessa lúkninga breytingu eins og við fórum í gegnum í nokkur ár. Þannig það er svona hvoru tveggja að hafa áhrifu í Færeyjum. En annars líta bara tekjupóstarnir okkar alveg vel út. Það er aukning 8% í internetinu. Nú fastlínan hún er reyndar á niðurleið eins og hefur verið að gerast undanfarin ár. Sjónvarpið hjá okkur með 7% hækkun á milli ára og vörusalan 20% hækkun og svo aðra tekjur með 12% hækkun. Þannig að þetta er heildarsamstæðan þá að hækkun 2% á milli ára. Nú sjáum við stöflariti yfir EBITDA hjá okkur og sjáum það þetta er raun og veru mjög sambarlegt við í fyrra en samt betra, 3 milljón krónum hærra. Þannig að við erum að fá besta fjórðungin okkar, þriðja fjórðung. Nú varðandi sjóðstreymið, þá séum við handbært fé frá rekstri 981 miljón eða 16% aukning á milli ára. Það er töluvert minna í fjárfestingu hjá okkur núna heldur en á sama tímabil í fyrra, við erum alveg rúmlega 100 milljónum. Og svo í fjármögnunarhreyfingum þar eru afborgunar lánum hjá okkur og það er líka endurkaupin okkar. 198 milljónir í endurkaup á hlutafé, eigin hlutum. Þannig að breytingar á handbæru fé 295 milljónir eða 51% aukning og svo sjáum við þarna handbært fé í lok tímabils 803 milljónir og frjálst fjárflæði 702 á móti 536. Nú fyrir 9 mánuðina þá sjáum við þarna aukningu 3% á milli ára, 10.092 milljónir og kostnaðarverðið hjá okkur aukast 2%. Þannig að framleiðin hún fer upp 3% á milli ára. Framleiðin er þá 48,1% á móti 47,8%
á tímabilinu í fyrra. Nú rekstrarkostnaður 3.307 milljónir og hann að lækka 1% og EBITDA okkar 2.521 milljón á móti 2.330. Það breyting upp á 191 milljón á milli ára. Og EBIT 1550 og það 15% hækkun og svo fjármagnsliðirnir niður 22%. Þannig gefur okkur hagnað upp á 1.038 á móti 821 sem 26% aukning á milli ára. Og við erum bara ánægð með þessa niðurstöðu og finnst við öllum póstum bara vera að ganga ágætlega. Við erum að hækka 3% aukning í tekjum, kostnaður aukst minna 2% og rekstrarkostnaður lækkar á milli ára. Nú EBITDA hlutfall okkar 25% fyrir 2015 á móti 23,7% fyrir árið á undan. Og nú síðan helstu lykilstærðirnar varðandi efnahagsreikninginn. Svo ég sagði áðan eiginfjárhlutfalli 57,9%. Hreinar vaxtaberandi skuldir, það lækkað enn meira, komið 3,6 milljarða og net debt to EBITDA 1,1 og svo veltufjárhlutfalli 1,6. Og varðandi horfurnar okkar, að við höldum okkur bara fyrir fyrri tölur, 3,1 til 3,3 í EBITDA og fjárfestingarhlutfall 10,5 til 11,5%. Einhverjar spurningar? Nú ef ekki, þá bara Stefán, gjörðu svo vel. Takk. Já, ég ætlaði sem sagt að fara aðeins yfir stöðun í Nóamálinu. Við ætluðum náttúrulega, þetta náttúrulega bara margbúið að tefjast þetta mál og búið að taka lengri tíma en við ætluðum. Hins vegar er það alls ekki þannig að aðilar hafi setið með hendur í skauti. Þetta er búið að vera að vinna allan tíman og stefnan var að klára þetta fyrir uppgjörið en það tókst nú ekki. En hins vegar bara staðan þarna að við stefnum að því að skrifa undir fyrir árslok, nei fyrir vikulok, ekki árslok. En og skjöl eru í loka yfirferð hjá aðilum. Við erum búin að stofna félagið sem mun heita Senda-félagið sem félagið muni eiga saman og við erum búin að semja við Verkfræðistofuna Mannvit framkvæmdastjórn, við erum búin að manna stjórn, kunnáttumaður frá Samkeppniseftirlitinu hefur verið að fylgjast með þessu ferli frá því í sumar og mat okkar á í rauninni þessum áhrifum fyrir okkur á rekstur og fjárfestingar bara stendur frá síðasta fundi. Þannig að ég vonast til þess að við getum þá tilkynnt endanlega þetta mál fyrir vikulokin. En auðvitað það þannig að maður vill sjá stafi á blaði áður en að maður segir að samningum sé lokið. En þetta staðan og þannig að það ætti að vera stutt í þetta að við getum komið með næstu skref í þessu. Allt í einu komum við Færeyjar upp, þetta nú bara búið að ganga vel í Færeyjum og verið kannski bara svona frekar litla breytingar. Þetta í rauninni, það sem ég var mjög ánægður með þegar ég kom til starfa hjá Vodafone var að það var dótturfélag í útlöndum sem var ekki í algjöru rugli. Þetta bara ágætt félag með 30% markaðshlutdeild í Færeyjum. Þetta í rauninni bara tveir aðilar á markaði. Þetta svona aðeins svolítið eins og fara aftur í tíman á íslenska fjarskiptamarkaðnum. Það í rauninni Føroya Tele sem var einokunarfyrirtæki í Færeyjum þangað til að Kall sem núna Vodafone í Færeyjum hóf samkeppni og þetta svona 20–30% markaðshlutdeild sem þetta færeyska félag okkar hefur og auðvitað bara skila ágætis rekstrarhagnaði. Hins vegar þá þetta svona tvíkeppnismarkaður þannig að og í rauninni samkeppnislöggjöf hefur ekki verið innleidd eins sterkt í Færeyjum og á Íslandi. Þannig að við sáum það til dæmis að hver sem ástæðan var þá var það stutt eftir að við kynntum fyrstir aðila 4G í Færeyjum. Þá var mikil verðlækkun hjá Føroya Tele sem auðvitað skaðar báða aðila á rekstrar hlutanum. Þannig að þetta var
svona virkaði á okkur hér sem svona einhvers konar varnaraðgerð fyrir að tele, en það hafði þessi áhrif sem þið sjáið á tekjur og í rauninni EBITDA. Sjáu það að í rauninni EBITDA dróst saman og tekjur einnig. Þetta svona 60 milljón króna áhrif. Þannig að en við í rauninni erum ekkert það ekkert farasnið á okkur frá Færeyjum. Það samlegð milli Íslands hlutans og Færeyja. Við rekum ýmsa hluti miðlægt frá Íslandi fyrir Færeyingana og þannig að það bara, við teljum bara að vera tækifæri í því og jafnvel í því að ganga lengra í samþættingu félagana til þess að og það svona partur af því hvernig við munum bregðast við þessu á kostnaðarliðinni, en svo auðvitað munum við halda áfram að leita að tekjutækifærum þar. Það góða við Færeyjar að það gengur vel í Færeyjum núna. Það sem sagt svona makrólega þá þetta bara góður markaður að vera á. Þannig að við erum svona búin að vera að skoða þessi mál og höfum ákveðið að stefna frekar í samþættingu félagana svona kerfislegri og svo framvegis. En það mun auðvitað taka einhvern smá tíma, en það allavega svona stefnan. Ég ætlaði nú kannski ekki að hafa þetta langt í dag, en mér langaði út að við höfum aðeins rætt farsíma uppbyggingun okkar út á haf og í rauninni það að fyrir ári síðan var Vodafone ekki með neinn viðskiptavin í sjávarútvegi. Við í rauninni byrjuðum á því að fá Samherji viðskipti og höfum verið að byggja upp á árinu 4G, nýtt okkar langdrægu tíðniheimild til þess að beina 4G merki út á haf og bæta þannig þjónustu við útgerðir og sjómenn og þetta hefur bara gengið mjög vel. Við erum sem sagt komin með þessi fyrirtæki sem þarna á glærunni í viðskipti og þetta bara skemmtilegur nýr hluti okkar fyrirtækjaflóru. Þannig að mér langaði bara svona að gefa ykkur update á því og þetta sýnir bara hvernig í rauninni, og ég dálítið upptekinn af því að sýna hvernig þessi tæknilega uppbygging og í rauninni uppbygging á tekjum og rekstri félagsins og viðskiptasamböndum virkar saman. Þetta eitthvað sem við erum mikið að hugsa um. Þannig að meira var það ekki frá okkur í dag, en ef það einhverjar spurningar þá endilega. Já. Já, ég meina það auðvitað eitt af því sem hefur áhrif og kannski var svona líka það sem að við þurftum að takast á við í þessu uppgjöri var að það aukning, það hækkun á kostnaði vegna í rauninni kjarasamninga og þannig að það klárlega breyting frá síðasta ári þegar þú skoðar kostnaðinn. En að öðru leyti held ég að það sé búið að semja við alla hópa hjá okkur eða? Já, alla hópa hjá okkur. Þannig að nú á þetta að vera svona allavega, en þetta eru miklar hækkanir og þetta eru auðvitað alveg, ég geri ráð fyrir því að sko í áætlunargerð félaga almennt á Íslandi þá kemur þetta upp að nú eru búið að hækka launin talsvert og þetta það er svona aðilar þurfa að hugsa hvernig bregðumst við því. Þannig að við erum alveg í því, en mér finnst þar að leiðandi líka sko þetta uppgjör gott að þegar þú tekur Færeyjar og þessi kjaramál að ná að vera að gera betur en síðast, sem var mjög gott uppgjör, langbesta uppgjör félagsins í sögunni. Einhverjar fleiri spurningar? Ef ekki þá þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og sjáumst eftir áramót. Næst, takk.